Þá komið sæl aftur og velkomin með okkur í föstudagsþáttinn sem að þessu sinni tekin upp hér á Sauðárkróki. Nú, ég leitaði til fjalla eftir manni sem þar mjög gjarnan því að fyrir dyrum stendur stór og mikil vetrarhátíð Tindastól. Vertu velkomin, Viggo Jónsson. Og takk fyrir að gefa þér tíma til að koma. Ég sé að þú ert til dæmis órakaður og hefur greinilega verið að vinna fram á nótt. Já, það þarf að gera það stundum. Já. Og við erum svona að reyna að hafa eitthvað við að vera, öðruvísi heldur en svona aðra daga og erum þess vegna með þessa vetrarhátíð í Tindastólnum. Ég ætla nú ekki að móðgæði með raksturinn en ég svona setja nú samt í samhengi við að svona vetrarhátíð ekki hrist fram úr erminni og þar voru á öllum kröftum allra að halda. Já, en þetta nú bara, þetta verður ekkert merkilegra heldur en maður vill sjálfur og verður ekki umfangsmeira heldur en maður vill sjálfur og þess vegna gerum við þetta nú bara og þetta nú svona aðalega gert fyrir fjölskylduna og þetta verði svona fjölskylduvænt og þetta bara svona eitt af þessum í flóruna hér í Skagafirði að brydda upp á þessu. Við erum búin að vera með þetta núna í 5 ár held ég og þetta hefur svona tekið breytingum náttúrulega frá einu ári til árs og þar fram eftir götunum. Það nóg snjór allavega upp í Tindastólnum. Það mjög mikill snjór og mjög gott færi og að vera náttúrulega, hafa ekki verið neinar umhleypingar sem betur fer og bara verið snjóað og frosið og það bara frost og þetta eiginlega bara svona dásamlegt. Þetta eins og hugur okkar skíðamanna eða minnst að kosti rekstrastjóra skíðasvæðana. Já. Og þar af leiðir kannski hægt að fara út öll fjöll. Það bara síðasta sending sem við fengum helgina, laugardag og sunnudag, það var bara virkilega flottur snjó sem kom úr því. Þannig að þú ekkert þurft að nota vélarnar snjóframleiðslu? Nei, við höfum ekki þurft að nota þær og það verður einhver annað séð að saldra honum til jarðarinnar. Já, drottinn við höfum verið bænheyrðir. Já, en hvernig, ég sá bara myndband af nýrri braut sem þið voru að gera. Ég sá ekki betur hún var í 5,5 kílómetri. Já, það eitt af þessu sem við byggjum þetta þannig upp að við skiptum fólkinu upp í hópa. Þeir sem vilja taka þátt í þessu, þetta gjaldfrjálst á þessu sinni. Og við bara skiptum þessu í grúpur og þú ert í bláa liðinu og hinn í hvíta liðinu og annar í gula liðinu og svo eru hópstjórar í hverju liði fyrir sig. Við erum með björgunarsveitina sem með eitthvað kynningarefni, erum með íli eða eitthvað sem þeim dettur í hug. Við erum með skátana sem taka á móti einum hóp, sem sagt. Þú ferð í fjallið og tekur þá ákveðna leið, kemur svo á þessa stöð og gerir eitthvað þar, ferð svo aftur aðra leið í fjallið og gerir eitthvað annarri stöð og svona koll að kolli. Það svona sótt svolítið til skátana þarna. Já, og við erum að reyna að fá fleiri heldur en bara skíðamenn. Já. Ég meina, víkingarafting, þeir verða með raftingbát sem við verðum búin að búa til braut í. En það þá bara þannig að maður getur stokkið upp í bátinn og rennt sér niður fjallið? Ekki niður fjallið beint, heldur við erum með hann á öðrum stað, en þú getur semst farið það niður, sko. Já. Og þetta svona hugsað bara út frá því að vera með fleiri heldur en bara þetta sem snýr akkúrat að skíðunum, þannig, sko. Já. Og þegar þú ert svo búinn með þetta, við köllum þetta skíðað út í buskan, þessa leið sem ég búin að búa til þarna. Já, þessa löngu. Þessa löngu leið. Já. Og þetta í rauninni bara til þess að svona brydda upp á einhver öðru heldur en að renna sér niður þessa venjulegu brekkur sem eru snúa þarna á móti skálanum í rauninni. Ég gat nú ekki betur síðan að þetta væri alveg dásamlegt útsýni úr þessari braut. Já, þetta mjög fallegt og fallegt að einmitt að renna þarna niður í Lambabotninn, hann allur teppalaður í snjó og virkilega fallegt að fara þarna niður og bara renna sér þessa leið niður og þú kemst alveg niður á veg, sko. Þannig að þetta svona, já, bara það hægt að í rauninni að svo hægt að labba upp á topp og renna sér, þú veist, fara þá ótrúnar slóðir og það maður sér það talsvert mikið líka, þannig að
Það ýmsir möguleikar. Veðurspáin frábær. Veðurspáin bara frábær, já. Veður í dag, Þannig að ég vona bara að það rætist og við verðum heppin og þetta snýst nú alltaf þetta baksalt, að vera heppin með veðrið. Talandi bags, ég sá einhvers þar á dögunum að þú varst að auglýsa eftir Skagfirðingum og Húnvetningum. Eru þeir eitthvað týndir þarna upp á svæði hjá þér? Já, það nú alltaf þannig að þegar að maður það þykir hverjum sinn fuglfagur, það nú bara þannig og auðvitað það þannig að stundum finnst manni, sérstaklega á svona góðviðrisdögum að þetta sé ekki nógu vel nýtt og maður vill fá fleira fólk til þess að koma í fjallið, að fá sér göngutúr í göngubrautinni eða fara á bretti eða gera eitthvað með krökkunum, fara þegar þú ert búin í vinnunni og krakkarnir búin í skólanum að skjótast upp í fjall og taka smá reynsli. Já. Ég var einmitt að sjá í morgun bara niðurstöður rannsókna og greiningar á hvað samvera foreldra og barna hefur aukist að undanförnu sem bara mjög gott mál. Er þetta ekki alveg kjörið að vera fjölskyldu sport og hvað betur en að vera á skíðum eða brettu með foreldra sín? Já, ég allavega þegar ég fór með mín börn á skíði, mér fannst þetta dásamleg samvera, og það var nú það sem að kannski rak mig í að svona vinna að þessum málum og hef nú verið í því síðan, búin að vera kannski of lengi af sumramati. Já, hvað ertu búin að vera lengi? Já, ég held ég hafi komið fyrst að skíðasvæðinu 89 sem við vorum þeir vorum með gömlulyftuna. Það bara rétt 12 ára. Já, alveg að vera 13. En mér finnst þetta snúast einmitt samveru fjölskyldunar að vera úti. Þú ferð á skíði, þú ferð í kaffi eða kakó eftir og þegar menn koma heim þá menn að spekulera í hvernig var farið í þessa brekku og hinna brekkuna og menn þekkja þetta úr öðru sporti. Þetta bara eins og með golfið, þú fórst þennan hringinn á þessu og svona. Akkurat, það þetta spjall eitthvað eftir líka. Eitthvað? Já. Svo þetta að fara að skella sér í einhverja af þessum fjölda sundlauga sem hér eru á eftir. Já, ég meina, þetta hugsað þannig að þessi vetrarhátíð hugsuð þannig að ég meina fyrir þá aðila sem vilja koma að. Við eigum náttúrulega frábæra sundlaugar í Skagafirði, við eigum góðan matsölustaði, við eigum góða íverustaði til að vera á það. Ég meina, Hótel Tindastóll, fólk hefur sagt við mig sem hefur komið á skíði til mín, þetta bara eins og að vera í austurískum fjallakofa, að koma og gista á Hótel Tindastóll til dæmis. Það mjög ánægjulegt og ég meina það hefur verið hér útlendingar sem hafa sagt þetta við mig, og það náttúrulega líka ákveðin markaðssetning. Já, og gæðastimpil. Þannig að það má kannski bara eiga vona að ferðamennir erlendu sem spáðir að verði bara bráðum 2 milljónir fari að koma miklu meira. Já, ég meina það náttúrulega klálega eitthvað sem við þurfum á að halda í rekstri þessara skíðasvæða. Við erum í samstarfi núna með verkefni við Siglufjörð, Dalvík og Akureyri, þar sem við erum að selja mið á öll þessi svæði og markaðssetja þau erlendis. Og ég svona vona það að það fari svona að birta til í því og við förum að fá eitthvað af þeirri köku. Ég meina það fullt af fólki sem vill koma til Íslands og skíða. Við erum bara búin að frétta það af þessum markaðssetningu. En það þýðir náttúrulega líka það að við þurfum að vera tilbúnir. Við getum ekki tekið á móti fólki í hundakofa og eitthvað svoleiðis. Við þurfum að vera tilbúnir til þess að sjá hvernig ætlum að byggja þetta upp, hvernig ætlum að gera þessar hluti, hvernig ætlum að taka á móti fólki. Og það nú þess vegna sem maður hefur verið að benda á, eins og bara hér í Tindastólum, að við erum búnir að láta teikna flott skíðahús sem tekur á móti öllum þessum þörfum sem við þurfum. Og það ekki bara af því okkur langar til að byggja eða eitthvað slíkt, heldur það vegna þess að við erum að horfa fram á veginn til 50 til 100 ára og skoða hvað þurfum við og hvað ætlum við að gera. Nú bara að bíða og sjá, eða hvað? Eða ætlar að bretta upp ermar og bara að byrja? Ég geri þetta náttúrulega ekkert einn, en við erum allavega tilbúin að segja og við erum búin að segja hvað við viljum og hvað við þurfum og nú ekkert annað heldur en að hefjast handa og bretta ermar
og taka á móti því ferðafólki opnum örmum sem að við viljum taka á móti. Og ég veit að þú tekur vel á móti fólkinu sem kemur til þín helgina, vetrar hátíð í Tindastól og bara takk fyrir komuna og við sjáumst hér á eftir skamma stund.